Velkomin í loka þáttinn af þessari seríu Eldum íslenskt. Þetta búin að vera mjög gaman og við ætlum að enda þetta með trompi. Við ætlum að gera þetta ódýrt og gott. Nú erum við mumma upp í skóla því að hann ætlar að elda alvöru gúllasúpu. Þannig að það er bara á íslenskum hætti sem hann gerir það. En við ætlum að hitta hana Margréti, skólastýri í Hússtjórnarskólanum. Hún ætlar að fræða okkur aðeins mjólkurvörur og hvernig við eigum að meðhöndla þær. Nú er það Árni á svangur.is. Hann ætlar að elda fyrir okkur alvöru nautasteik og hann ætlar að tína sveppi og fræða okkur ýmislegt hvað hann hefur verið að bralla með vefinn sinn svangur.is. Í dag ætla ég að laga nokkurs konar gúllasúpu eða nautakjötsúpu bara. Og þetta er súpa sem getur verið góð fyrir alls konar tilefni, fara á fjöll, ættamót, eitthvað þess að það. Þetta er beinlaust kjöt sem ég er með hérna, bara gúllasefni og í súpunni hef ég líka lauk, rófur, selleri, hvítkál, blaðlauk og vorlauk, graslauk, steinselju. Þetta er eiginlega svona súpa sem maður getur nota hvaða grænmeti sem en svona ég legg bara upp úr ódýru hráefni, gáfislu og hvítkál og rótagrænmeti og lauk og gulræturnar, það eru líka með. En auðvitað er hægt að nota hvaða grænmeti sem Nú, ég kem til með að krydda hana með lárvegalaufi og niðursónum tómötum og síðan er ég með bacon í henni. Og ég ætla að byrja á því að þið getið náttúrulega fengið kjötið hjá kaupmanninum ykkar, beðið hann um að skera það fyrir ykkur, eða ef þið vilja hafa gróft og stærra þá er þetta svipa á gúllasbitar bara. Og ég ætla að hafa þetta svona í smærri kantinum, þannig maður geti nánast sett þetta bara á kaffibrúsann. Ég sker þetta niður í svona bita, vel hreinsað nautakjöt, rautt og fallegt. Síðan tek ég kjötið og brúna það á pönnu, brúna það sér á pönnu. Það er svona betra að panna sé orðin svona vel heit. Á meðan kjötið er að brúnast ætla ég að saxa niður grænmetið og ég ætla að byrja bara hérna á hvítkálinu. Saxa það tiltölulega smátt. Svo þegar þetta er búið að sjóða vel að þá rýrnar það náttúrulega í suðinni og verður nettara. Svo erum við seljerót hérna. Ger hana svona í sneiðar. Það má vera svona nokkuð óreglulegur skurður á þessu. Nú er kjötið orðið ágætlega brúnað. Þá set ég tómatan út á og lofa þeim svona aðeins að steikjast hérna með. Og síðan slekk ég bara undir og held áfram að prófa þessu bara að jafna sig og held áfram í grænmetinu. Svo tek ég gulræturnar, sker þær smátt. Róan er svona kannski svolítið vannýtt nema í rófustöppu og kjötsúpu og saltkjöt og baunir, en við getum nota hann í ýmislegt, bæði í súpur og lauksúpur og hún er líka mjög góð bara steikt. Og svo gleymdi ég einu kannski sem við getum sett í þessa súpu, að það er náttúrulega hvítlaukur. Þeir sem er hrifnir af hvítlauk geta sett nóg á honum í súpuna. Blaðlaukurinn.
Og hérna ég með skorið grænmeti, síðan setjum ég smá lárviðarlauf í hana líka og bacon. Og nú ætla ég að svissa þetta eða svona svita vel grænmetið hérna í potti. Hérna ég komið með nautasóð. Það ég sagt að nota bara vatn og kjötkraft og hitinn góður á þessu. Og ég byrja á því að steikja baconið. Ég steiki það. Síðan grænmeti. Svona. Ódýrasta grænmetið, rófur, selleri, gulrætur, hvítkál. Setjum við hérna svolítið blaðlaukur. Tökum við smá graslauk meðan þetta að krauma. Bætum honum bara í. Gerum það bara strax. Afurpallur, fallegt alltaf að nota graslaukinn. Og steinseljan, ekki má gleyma henni. Völdum henni hérna saman við. Kveikjum aðeins undir kjötinu. Og þessu aðeins að dorma svona. Og síðan er hvítlaukurinn. Við getum sett vel að hvítlauk ef við viljum. Það er svona eftir smekk hvers og eins. Ef maður er að elda fyrir mikinn fjölda þá er oft gott að vera svona kannski bara hóar í þessu. Það er ekki allir sem eru í hvítlauknum. Svo er soði hérna. Tek aðeins soði hérna og sitt út á pönnuna. Tek steikaraskói sem hefur myndast hérna í pönnunni. Síðan blanda ég þessu hérna úti. Svona. Það er þessu hérna vel saman við. Og síðan er ég með soðið, eða vatn og kjötkraft. Þetta er svona milt soð hjá mér. Og ef mér finnst að þá hikaði ekki við að setja smávegis tening í. Þessi súpa er góð með brauði og hægt að taka hana með sér hvert á land sem er. Hægt að flakka með þessa, gott að laga hana deginum áður. Ekta svona súpa til að taka með sér í sveitina. Nú eða eiga bara. Og þegar maður lagar svona súpur, kjötsúpur, þá eru þær alltaf góðar, upphitaðar. Og það, ef maður er að vinna svona og svolítið svona smá tíma bak við þetta, þá er alltaf gott að laga vel af henni. Hraðkæla afganginn, eins rætt eins og maður getur. Geyma innst í ísskápnum, geymist vel í 2-3 daga. Og þá getur maður fengið sér aftur súpuna og upphituð súpa, hún er
Uppbitaðar svona súpur eru alltaf mjög góðar með brauði, mjög einfalt. Það var aðeins að tala um mjólk og mjólkurafurðir. Mjólkin er náttúrulega afskaplega dýrmæt og góð vara. Hérna er nýmjólk og 1 desilítra nýmjólk inniheldur 67 hitaeiningar. Nýmjólk er bara varan eins og hún er. Eina sem er búið að gera við hana, það er búið að gera sneiðana og fitusprengja. Það er bannað að blanda nokkru í nýmjólk. Við myndum ekki vilja hafa ófitusprengda mjólk. Þá sestur rjóminn oná og bara getur orðið svo smjörlag oná mjólkinni. Með því að fitusprengja þá er fitan blönduð í alla mjólkina. Síðan er náttúrulega undarrennan, þá er mjólkin skilin og það verður rjómi og undarrenna. Svo er blandað saman undarrennu og nýmjólk til að fá léttmjólk til að ná réttum fituhlutföllum. Áttmóti rjóminn, hann inniheldur nokkuð mikið fleiri hitaeiningar. Hann inniheldur, ég var bara að setja með glerugum, 339 hitaeiningar 100 grömm eða 1 desilítur. Galdurinn við það að þeyta rjóma er það að rjóminn þarf að vera kaldur. Skálinn þarf að vera köld og það þarf að passa að fara öll fitan úr fernunni út í skáluna sem við erum að fara að þeyta rjóman. Því fituinnihaldi gerir það verkum, við getum þeytt rjóman. Það er svo lítil fita í kaffirjóma, lítil fita í matargerðarjóma, það er ekki hægt að þeyta hann. Í útlöndum er til rjómi sem er 52% feitur og það er kallað doppelkrím eða svona tvöfaldur rjómi og hann þeytist bara 1/10. Sumarrjóminn þeytist verr heldur en vetrarrjóminn, það er að því það er svo mikið ómettum fitusýrum í sumarrjómanum því kýrnar eru úti á beit, á fersku grassi. Eitt sem við skulum athuga, á fernunni stendur, þetta er síðasti söludagur, þetta er ekki síðasti neysludagur. Þið getið drukkið mjólkina langt fram við síðasta söludag, hún er ekkert ónýtt. Eina sem gerist að mjólkin verður súr, þið dettið ekki niður dauð þó þetta er ekki súra mjólk. Það er eitt sem víst er. Og eftir sem mjólkurafurðin eru feitari, þess betur geymist afurðin. Þess rjómi geymist alveg óafnaður í halva mánuð fram við síðasta söludag. Þess vegna lengur. Súrmjólk miklu lengur því hún er sýrð. Súrmjólk er ekki bara látin súrn upp á borði eins og sumir halda, heldur er settir hérna sérræktaðir mjólkursýrugerlar til að búa til súrmjólk. Skýrið er náttúrulega alveg sérstök íslensk afurð. Skýr er búið til undarrennu og skýr er afskaplega hitaeiningasnautt, mjög kalkríkt og gott sem heilsuvara eða borðaði maður í megrun, borða skýrhært með vatni eða skýrhært með undarrennu. En það er náttúrulega afsvalega gott að borða skýr með rjóma. Það breytist náttúrulega akkurat ekki neitt. Síðan skýri það geymist mjög vel, sérstaklega ef það er skýr sem ekki búið að blanda nein út í, bara venjuleg hvítt skýr. Það geymist mjög lengi og langt fram yfir hennar síðasta söludag. Aðmóti skýr sem búið að blanda ávustu í og meðhöndla miklu meira, það geymist skemmur. Og það er það sem gerist oft hjá fólki, það er með skýrdós með kannski segja bara jarðarberjum, bláberjum, setur skýr á diskið sinn, borðar svo ægilega aðeins meira, setur skeiðina sín ofan í ílátið, fær sér meira, lokar þau, setur nýskap, þá eru þau komið með æskilan gerlagróður í skýrið og varan skemmist. Þess vegna svolítið fljótt. Þetta er yfirleitt af svona löguði. Á lokum vil ég bara taka það fram, ekki hella niður mjólkinni þó sem komin að síðasta söludag. Drekkið hana bara, lyktið úr fernunni og bara notið þið afurðina síðan. Ef þið hrættum að segja það ónýtt, bara skellið í frost og notið þið síðan í graut. Sæl, Árni heiti ég á Svangur.is. Ég ætla að búa til fyrir ykkur framhryggjarfili, brúna það og gera flott og með meðlæti og síðan ætlum við að gera bernesósu, svona kalda bernesósu. Við byrjum að því að taka lerkisveppi sem við auðvitað tínum sjálf. Það er gott þegar maður er að fara að tína hérna sveppi að fá einhvern með sér í fyrsta skiptið til þess að sýna manni svona hvað eru réttu sveppnir og hvað eru ekki réttu sveppnir. Það er gott að skafa hérna af himnuna sem er á stilkinum og síðan afhýða svona sveppin. Við erum búin að taka nokkra og þá líta það svona út. Mjög flottir, bara fallegir og feskir sveppir. Og síðan þegar maður þurrkar þá líta það svona út. Setjum nokkra í mortilið. Á svona einibyrjum. Njótu svona nokkur. Og salt og pipar.
og merjum. Á meðan við erum að merja sveppina og einibelið, salt og piparið, þá er að gera að hita pönnuna og svínhita pönnuna. Nótum smá olíu á pönnuna. Við erum ekkert að spara neitt rosalega. Við sýnum ykkur aðeins kjötið. Sjáum þennan rosa flotta marmara. Svona á kjöt að líta út. Með rosa fallegum marmara. Það sem við köllum marmara eru fiturendur í kjötinu. Ekki bara hérna fyrir ofan, heldur inn í vöðvanum líka. Þetta er rosa flott kjöt. Við erum búin að svínhita pönnuna. Tökum við kjötið. Setjum kryddið á og aðeins nuttum því inn í kjötið. Allan hringinn. Það sem fer á brettið svona til spillis, þá veltur bara kjötinu á brettinu og dregur upp allt kryddið. Ég set á fituröndurinn fyrst, aðeins að brúna hana. Þegar maður er með svona rosalega flotta teflonpönnu, þá notar maður plastáöld, ekki járn sem rispar pönnuna. Þetta vita allir. Síðan notar maður ekki gaffla eða svolítið sem stinga í kjötið, þá fer allir safinn úr. Þannig bara velta, brúna vel á öllum hliðum. Við lokum líka endunum á kjötinu, bara með því að setja þau upp á rönd og halda því þannig. Við sjáum það að ég er með háan hita á hellunni allan tíman og það er ekkert að brenna. Maður þarf ekki að vera hræddur við hellunni að hafa þetta á háan hita eða lækka. Kjötið sér alveg það að lækka hitan í pönnunni. Síðan verður maður bara að snúa kjötinu. Herðu, núna erum við búin að brúna allar hliðar á kjötinu. Þá bara skella það inn í ofn. Ég nota svona ofnskúfu. En það sem ég vil gera er að búa til smá vasa fyrir kjötið. Og brettir maður bara svona upp á ópappirinn. Af því ég ætla ekki að nota steikaskófuna sem verður á pönnu eftir, þannig að minna fyrir mig að þrífa. Hörðu, síðan stingum við bara kjötinu inn á. Svona 120 í 2 tíma. Það er að gera að hafa kjöthitamælir, mæla alltaf við og við og þá veit maður hvað er það. Þú náttúrulega fer eftir hvað þú vilt, well done, rare, blue, medium. Þú verður bara að hafa þín hætti sem á því. Ég var að vinna fyrir hótelhaldara í Reykjavíkurborg, vinna alls og við gerðum lóðar heima á honum og hann kom alltaf með færandi hendi með íslenskan mat eða náttúrulega af veisluborði hótelsins til okkar sem vorum að puða í garðinum. En hann kom einu sinni með torkennilegt kálfakjöt. Ég segi torkennilegt, það var torkennilegt á bragðið. Þá höfðu komið suðuríkjamenn, einhverjir olíukallar með barðastóra hatta úr suðuríkjasveitinni í Bandaríkjunum og pöntuðu kálfakjöt sem ekki var nú yfirleitt á bástólum. En því var bjargað og síðan fóru þeir fram á það að fá leyfi til þess að vera viðstaddir eldamennskuna, hvað þeir fengu og matreiðslumeistaranum honum varð á, eða öllu heldur hann rak í rogastans þegar þeir fóru fram á það að kálfasteikin yrði uppsteikt upp úr Coca-Cola. Það fór hálfur kassi af kók yfir steikina á meðan hún var elduð og þetta fengum við ræflarnir í Garðyrkju í vinnunni að bragða á með brúnuðum kartöflum. Þetta var Coca-Cola kálfasteik. Frábær. Herðu, við viljum að steikja sveppi með kjötinu á sömu pönnu og vorum að brúna. Það er að nota allt bragðið, sveppina, það sem eru afgangs í pönnunni og svoleiðis. Við erum búin að skera sveppi, þarf ekki að kenna ykkur það. Ef það þarf að kenna ykkur það, þá getið þið fara á svangu.is. Aðeins með pipar, smá salt
Sjóðheit panna. Hérna erum við bara smjör sem við ætlum að nota í Bernesson eftir. Ég ætla að fá smá lánað af smjörinu út í sveppina svona undir lokin. Ástæðan fyrir því er að þeir brúnast aðeins betur og við fáum þetta smjörbragð sem við leitust eftir. Það er rosalega gott. Ég hef búin að segja ykkur að við ætlum að gera kaldan Bernes. Í það ætlum við að nota eggjarauður, olíu, díjónsinnep, estragon edik, sítrónur, smjör og hvönn í staðinn fyrir fáfnisgrasið. Herru, það sem við gerum, af því ég er svo latur, þá látum við eggjarauðunar ofan í hræri vel. Það er auðvitað hægt að gera þetta í hendinni, ekkert mál. En eins og ég sagði, ég er bara svo latur. 2 eggjarauður, 1 teskeið, svona 1,5 af díjónsinnepi. Ég ætla að setja smá salt og pipar núna. Svona áður en vélin fer í gang. Hrærum þetta saman, hellum hægt út í smjörinu og olíunni og smökkum síðan til með estragon edikinu, sítrónu og hvönninni. Galdurinn við að nota olíu á móti smjörinu er sá að maður getur geymt henni í ísskáp og hún skilur sig ekki og er bara tilbúin þegar maður þarf hann að halda. Síðan erum við að gera að hella hægt í eggin svo hún skilur sig ekki. Smökkum við til með edikinu, setjum bara lítið í einu, það er alltaf reglan að setja lítið og þá getur alltaf bætt við að þú getur aldrei tekið úr. Smá sítróna, rúllum henni svona til þess að sprengja holdið innan í, þá er mun auðveldara að ná safanum úr henni. Smá sítróna, hvönn í staðinn fyrir estragon. Og alltaf full. Mjög flott. Kannski örlítið meira salt og pipar, en það er bara smekksætri. Dressum kjötið. Hörðu, medium rare, það er eins og ég vil hafa það. Færum við bara kjötið yfir á brettið. Hörðu. Álpappirinn gerir sitt gagn. Sjáu þetta. Þetta lítur út fyrir að vera rauðara en það er. En af því að við tökum það eldum það í lengri tíma, þá er þetta medium rare eins og við þekkjum það. Hörðu, setjum kjötið yfir á bretti sem við ætlum að bera það fram á. Skellum við að sveppunum sem við vorum að steikja. Þið getur náttúrulega að nota allt annað grænmeti með kjötinu. Og bernesinn beint úr ísskápnum. Það gerist ekki betra. Frábær íslensku matur, íslenskt nautakjöt, íslenski sveppir. Það gerist ekki betra. Gjörðu svo vel. Já, ég á nú alveg þó nokkrar góða minningar íslenska mat. Mér finnst nú alltaf svolítið fyndið að rifja upp þegar að pabbi var með okkur á kvöldin og átti að sjá eldamennsku og það var afgangur til að slátri. Þá tók hann lifrarpylsuna og skar hann í sneiðar, steikti á pönnu
og við fengum að borða þetta með svona miklum sykri, það var svona sykri stráði yfir og svo var náttúrulega stappa. Þannig að þetta er svona, fyrir mér er þetta mjög íslenskt og svona, þetta er svona notaleg minning. Ég veit að pabbi fær örugglega hláturskast þegar hann sér þetta, hann er örugglega búinn að gleyma sér.